Jöfn tækifæri allra landsmanna okkar markmið, Byggðastofnun. Pælingu og hvernig það styrkir byggðina í landinu út frá þessari umræðu. En hvað annars með fiskeldi? Því að nú búið að afturkalla starfsleyfi á sunnanverðu Vestfjörðum. Já, þetta svolítið sérstakt mál. Eitt stjórnvald að setja ofan yfir annað stjórnvald og svo eru einstaklingar í atvinnurekstri sem að lenda þarna á milli. Og þetta og kannski þetta svolítið einkennandi fyrir þessa umræðu alla fiskeldið og hvernig við að taka á því. Það náttúrulega skipta skoðanir eðlilega. Fiskeldi hefur sína kosti og galla og hvernig þessi atvinnuuppbygging hefur verið á Vestfjörðum, sunnanverðu Vestfjörðum náttúrulega ævintýri líkast og þarna eigir fólk allt í einu einhverja von framtíð sem bara mjög jákvætt og svo allt í einu birtist einhver grumla á stjórnvaldi sem að kippir fótunum undan þessu öllu. Það alltaf sérstakt og þess vegna ekkert hissa á því að það hafi verið haldinn neyðarfundur í ríkisstjórninni til þess að einhvern veginn að finna lausn á þessu og vonandi kemur hún í dag. Já, og ég heldur líka bara ekkert hissa, það einhvern veginn Vestfirðirnir, þeir hafa alltaf fengið þessi skilaboð að þeir þurfi nú bara að fara að gera eitthvað og finna sér eitthvað til þess að gera og svo fara þeir og finna sér eitthvað að gera það í smástund og það gengur vel og svo kemur einhver og segir, heiðu, nei annars þið þurfa samt að finna ykkur eitthvað annað að gera. Við erum ekki þetta svo rosalega miðstýring, alveg frá höfuðborginni, alveg gríðarleg. Það mér finnst það alveg einkenna þetta. Þetta náttúrulega mjög sorglegt mál, þetta náttúrulega bæði mjög stórt atvinnumál fyrir Vestfirðina og sunnanverðu Vestfirði og svo þetta náttúrulega líka mjög mikið byggðamál. Þetta náttúrulega bara með því að missa, ef það verður þannig að þessi störf hverfa eða vex ekki eins og vonir standa til, þá náttúrulega þá náttúrulega kippt undan undan byggðinni í raun og veru og náttúrulega þarna eru störf og afleidd störf og fjölskyldur og grundvöllur fyrir skólahaldi og þar fram eftir götunum, þannig að þetta skiptir bara rosalega miklu máli. En já, það nefnilega alveg satt það og þetta þeir tala einhvern veginn umræðan búin að vera þannig frá svona öðru sjónarhornum að þetta sé ekkert svo mikið byggðamál, þetta skipti í rauninni ekki svo miklu máli, þetta svona nei, þið vitið ekkert hvað að tala, þetta ekkert eins mikið byggðamál og þið haldið þetta sé heima hjá ykkur af því að þetta ekki bara 10-15 Pólverjar og skipta þeir einhverju máli? Já, þetta var svolítið áhugavert hvernig þetta var sett fram og ég sá að bæjarstjórinn á Ísafirði búin að bregðast við þessu með Facebook-færslu sem var búin að rata í fjölmiðla. Því þetta náttúrulega mjög áhugaverður vinkill að þetta skuli vera sett fram með þessum hætti að fólk skipti ekki máli af því að það ekki hér borin og barnsfæddir Íslendingar. Pólverjar eru stærsti hópur innflytjenda á Íslandi og við höfum þeim mikið að þakka fyrir að vilja koma inn og taka störf sem að Íslendingar ekki vilja starfa og líka bara til viðbótar að það sem búið að vera að rifja upp aftur og aftur í þessum hrunstáttum til dæmis. Þeir voru meðal fyrstu sem vildu leita okkur lán til þess eftir hrun. Þannig við hefum bara Pólverjum mikið að þakka og ekki bara Pólverjum, bara fólki sem getur hugsað sér að flytja hana til Íslands og getur hugsað sér að flytja á Vestfirði sem til að starfa. Ég meina, ég held að fyrst og fremst verið að sýna þessu fólki bara virðingu í orði. Og líka bara það að þetta náttúrulega ein birtingarmynd af útilokun í samfélaginu. Og ef það eitthvað sem við viljum ekki viðhafa í íslensku samfélagi, það að útiloka einhverja hópa í samfélaginu. Af því það ekki ávísun á neitt gott. Það ekki bara störf og fólk. Það skiptir þetta ekki allt jafn miklu máli. Jú, það auðvitað að vera það og auðvitað ekki að skipta máli hvers lenskir þeir eru sem starfa í þessu. Það algjörlega aukaatriði. En og ekki bara í þessu samhengi, þú veist bara annars þar á landinu, alveg saman hvað við erum að tala að það á ekki að tala niður til fólks með þessum hætti. Fólk bara býr hérna á Íslandi, hefur bara borgað sína skatta og skyldur og tekur þátt í samfélaginu og auðvitað ríkið og samfélagið koma fram með fólki bara til jafns við alla aðra. Líka í rauninni þegar grannt skoða að þá það alveg rétt fólk en innflytjendur eiga að vera sérstaklega mikilvægir fyrir okkur vegna þess að það einfaldlega bara liggur fyrir
að við getum ekki byggt upp nútíma samfélagi í framtíðinni, eða framtíðarsamfélagi skulum við segja, við getum ekki byggt það upp nema með sko talsvert miklum innflytjendum, eða talsvert mörgum innflytjendum sem við þurfum á að halda í framtíðinni. Þess vegna er það svo mikilvægt að við lærum þetta að fá fólk hingað, fá rétta fólki, fá fólk sem að vil taka þátt í samfélaginu og sérstaklega í atvinnulífinu. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt að við byrjum, sko, númer 1 að tala þessa hópa virðingu. Það er náttúrulega númer 1. Síðan að hvernig við aðlögum og fáum þáttökuna. Og þá eru, sko, vegna þess að bara eins og fólksfjölgun lítur út á Íslandi, þá lendum við í vandamálum eftir ekkert svo mörg ár. Þess vegna er þetta svo mikilvægt að við gerum þetta rétt. Og við höfum líka bara mjög flott dæmi hérna, eins og til dæmis sveitafélag hérna, í þessum firði út á Dalvík. Það er búin að vera mjög árangusrík innflytjendastefna í mörg ár. Þeir kunna þetta mjög vel. Og þar er til dæmis samfélag sem að líti bara allt öðruvísi út og væri ekki svona dýnamist eins og það er í dag ef ekki hefðu verið þessi stóri hópur af innflytjendur sem eru þar. En svo má þetta líka, sko, kannski galdurinn er líka að líta á þetta sem þannig að það er ekki bara kannski innflytjendur sem þurfa að aðlagast okkur eða Íslandi. Þú veist, it takes two, þú veist, það tekur 2. Og hérna, við þurfum líka við íslenska samfélag þurfum líka að vera opin og við þurfum líka aðlaga okkur bara breyttum, þú veist, samtíma. Og þetta hreyfanleikinn hefur aukast, hann hefur alltaf verið til staðar bara frá bara fyrsta manninum, en hann hefur verið aukast með þessari hnattvæðingu og það sýnir allt, þú veist, fram á að það komið til með að aukast ennþá meira. Þannig þetta er bara nýr veruleiki. Þannig allt tala eitthvað svona flokkanir og fólki og þessir er ekki heima hér og landamæri og þjóðríki jafnvel. Þú veist, þetta fer bara að vera úreldast. Algjörlega, sko, og mér finnst eins og við séum stundum sko einmitt föst í þessari hugsun og eins og hefur líka komið fram og er kannski, ég veit ekki hvort það sé algengt í endilega fiskeldinu, ég held nú reyndar einmitt að það sé ekki algengt í fiskeldinu, en þessi rasíska hugsun, sko, eins og með starfsmannaleigurnar, það sem ég heyrt, og bara mansal sem fylgir því, að það er gríðarlega alvarlegt og það myndi ekkert endilega vera að gerast ef við værum ekki að hugsa þetta fólk sem annars flokks fólk. Ég held að þetta sé eiginlega dýpra vandamál hér á landi heldur en við gerum okkur grein fyrir. Og þá má líka setja það fram að ég var eiginlega mest hissa, ég var náttúrulega horfið á Kveik og búin að fylgjast með þessari umræðu, ég var eiginlega bara mest hissa á því hvað fólk varð hissa. Af því að þetta er ekki eitthvað nýtt, við erum búin að vita þetta lengi, við erum búin að vita lengi að hér er stunda félagslegt undirboð, hér er stunda mansal og það hafa ratað oft í blöðin mál, lögreglan er búin að sinna þessu lengi, stéttarfélagin er búin að sinna þessu lengi. Það kom mér mest óvart að fólk var hissa, af því að þú veist, ég held að vita allir af þessu, en fólk bara, þetta er óþægilegt, en við erum samt kannski pínu að græða á þessu, þannig að fólk ýtir þessu einhvern veginn frá sér. Og þetta er akkúrat skýr birtingarmynd það hvað við flokkum fólk og hvað við reynum lítum niður á ákveðna hópa. Ég er svo grænna, þetta kom mér rosalega óvart að þetta skuli bara þrífast í okkar litla samfélagi sem maður hélt að væri svo gegnsætt og allir sæju, þannig að þetta kom mér óvart en mannskepnan hún er gráðu grimm og sjálfhverf og það breytist kannski seint en samt ég held að þarna höfum við verk að vinna Íslendingar, það er alveg ljóst. Alveg klárt mál. Nú að því vorum að tala náttúrulega þessa mikilvægu starfskrafta, þessa fólk sem vill koma hingað og vinna, því nú er ég í sjávarútvegi og þetta fólk skiptir náttúrulega bara gríðarlega miklu máli fyrir okkur sem störfum í þessum geirum og náttúrulega, þú veist, án þessa starfskrafta að þá væri náttúrulega ekki þessi öflugi þessi öflugu útflutningsgrein okkar eins svona stöndu eins og hún er og ég meina, maður sér þetta fólk að erlendu bergibroti koma í auknara mæli inn í ferðaþjónustuna líka sem er náttúrulega líka orðið mjög stór útflutningsgrein þannig að og þetta eru í einhverjum tilfellum störf sem er náttúrulega erfitt að ráða í þannig að þetta bara skiptir gríðarlega miklu máli að við tökum þessu fólki sem vill koma hingað og vinna og vera hluti af okkar samfélagi, við tökum því á opnum örmum og að þessar starfsmannaleigur, þetta er náttúrulega, þetta er hræðilegt. Ég var alveg sjokkur þegar ég
ekki það, þú veist, og svo fór maður að spyrjast og var að spyrja fólki svona í kringum mig og bara, hafið heyrt af þessu? Bara, já, það er einhverjir svona spámenn búin að hringja og segja, þú veist, ég get skaffað fólk og þú veist, en þú borgar mér launið þeirra. Þetta er náttúrulega bara langt frá því að vera í lagi. Þetta hluti af skipulagðri glæpastarfsemi og skipulagð glæpastarfsemi gengur út á það að glæpamennirnir finna leiðir til að fá pening sem auðveldastan hátt. Og þarna er bara fólk orðið söluvara. Hvort sem við erum að ræða í byggingreiðina eða hvort við erum að tala ferðaþjónustu eða hvort við erum að tala í svona kynlífstengri þjónustu eða vændi eftir hvernig fólk vil skilgreina það. Þannig þarna er bara fólk orðið söluvara og þá náttúrulega bara á ekki að vera til á okkar tímum. Og þetta er mitt bitnar á fólki, erlendu fólki sem þekkir ekki réttinn sín. Af því við erum stundum fyrst mér eins og við látum bara svona frekar krakkar. Við viljum fá fólk útlendingar til að koma að vinna störnum sem við nennum ekki að vinna en við ætlum samt ekki að borga þeim eitthvað fyrir það eða vilja þeir ekki bara koma að gera þetta og fá náðarsamlegast að búa á okkar fallega landi. En að þú sagðir að þetta kom þér á óvart þessi umræða og ég held að vissu leitinu til erum við sem erum út á landi í svona ákveðinni forréttindastöðu í þessu því að samfélögin eru svo rosalega lítil að það vita allir einhvern veginn allt alla, það er erfiðar að komast upp með svona heldur kannski í stærri samfélögum sem fólki kannski ekki jafn umhugað náungan, þú tekur ekki jafn mikið eftir honum og við sem erum kannski fædd og uppalin út á landi tökum þetta sem algjörlega sjálfsögðum hlut en það væri kannski áhugavert að heyra hvernig þetta er fyrir manneskju sem ekki mitt fædd og uppalin í þessu samfélagi. Já, ég held að skipuleg brotastarfsemi í hvað mynd sem hún hvað sem mannsalega vændi eða hvað sem annað, hún getur náttúrulega þrifist allstaðar og ég held kannski má líka líta á þetta þannig að sértu svona involveraður í samfélagið þitt, þá ertu kannski líka svolítið blindur á það sem er í gangi, það kann líka mögulega vera. Þannig ég veit ekki alveg hvernig, ég held að þetta sé ekki eitthvað freka vandamál fyrir það sem er fyrir sunnan En ég tek samt undir með þér að í svona litlu samfélagi það er náttúrulega miklu meiri tilfinning fyrir þú sért í samfélagi og kannski mögulega þá fólk líka meira vakandi fyrir því sem gerist í samfélaginu. Það verður til meiri svona samfélagskennd, það verður til meiri eitthvað svona að þú upplifir þú hluti af einhverju heild sem kannski maður upplifir síður í Reykjavík. Allavega út frá svona minni reynslu að það kann að hafa áhrif. Já, þetta gæti kannski verið dálítið tvíeggjað sverð að í svona litlu samfélagi þá ertu meira vakandi en líka meira blindið. Þú ert meira líka integrerar inn í samfélagi og það er kannski erfiðara að stíga út fyrir normið og já, það er svona þessi samfélagskennd hefur kannski alveg kost og galla en ég myndi nú halda að það hefði fleiri kosti heldur en galla. Ég veit ekki. Trúum við því ekki, fyrst að við búum í dreifðuböðum? Jú, ætli það ekki. Að þetta er svo dálítið samt eitt af því sem ég finnst landsbyggðin algjörlega að hafa fram yfir stærri staði að það er samt þessi samkennd og bara það er meiri tími, það er meira, þú hefur einhvern veginn meira upp úr samfélaginu og ég er ekkert hissa á því að margir innflytjendur flytji út á land til þess að hverfa ekki bara í fjöldan í Reykjavík. Það mér finnst það og sem náttúrulega bara innflytjenda út á landi að ég var alltaf mjög hissa á því að mamma mín er innflytjandi og það svona, í Reykjavík er svona samfélag, svona stór tælendinga samfélag og þegar ég fór suður í háskóla þá var ég spurð hvort ég væri í því samfélagi í þeim hóp og ég nei, ég vissi ekki að það væri til eitthvað svolítið hópur og þá héldu þau allt saman en ég var aldrei boðið með það því að ég var bara einhvern veginn, ég upplifði mig aldrei sem einhvern veginn öðruvísi heldur en alltaf hina. Ég bara eiginlega vissi ekki að því að ég væri eitthvað útlend fyrir en ég var eiginlega flutt suður. Þá fann ég fyrst fyrir því Ég fann aldrei fyrir því þegar ég var alveg upp á Sauðárkróki. Ég er náttúrulega alveg glænýr Akureyringur. Búin að eiga lögheimili síðan í júlí. En ég var ekki leiðin að flytja eitt neitt þangað til bara núna í upphafi ás sem ég var búið starf hérna á Akureyri sem var bara það áhugavert að ég gat ekki hafnað því og ákvað að flytja hingað norður. Ég get alveg tekið undir allt þetta. Það var náttúrulega búið að vara mig við. Þú kemst aldrei inn í samfélag á Akureyri. Það er svo lokað og þú verður bara einhver aðfluttur andskoti næstu 20 árin Ég er ósammála þessu því að samfélag á Akureyri er alveg gríðarlega bara
þú veist, kannski veit ekki hvort það er rétt orðið að segja koma óvart sko, en það er bara, hér er ekkert bara Akureyringar, Borir og Bassfættir, þú veist, hér erum við með háskóla sem búið að laða að fólk alls þar á landinu, alls þar á heim, mikið fólki erlendum uppruna, af útlendingum sem starfa þar, þannig hér er ekkert sko, hér er kannski ekkert eitthvað vont að vera sko aðfluttur anskoti, það má segja það. Og líka, ég veit bara að segja, þú veist, í ástandinu sem er í Reykjavík, það sem að, þú veist, ungt fólk hefur ekki efni á að kaupa sér húsnæði, þú veist, leikskólarnir eru bara ekki nógu góðu standi, þú veist, það eru alls konar hlutir sem eru bara ekki í góðu standi í Reykjavík, að þetta er bara allt annað heimur hér. Þú veist, hér lengiru bara sólarhringinn, þú veist, það er miklu meira rólegheit, hún er að gera meira, það stutt í allt. Og bara, ég skil ekki okkur ekki fleira ungt fólk lítur á það sem bara raunverulegan valkost. Hvort sem er Akureyri eða Ísafjörður eða hvað sem er, okkur lítur ekki á það sem raunverulegan valkost að flytja út á land. Ég upplifði þetta nákvæmlega eins, því að nú bý ég á Sauðárkróki og hérna við eigum 3 börn, sko, þannig að þetta er nú, en við komum samt að með 1 bíl og það tekur okkur svona korter út frá okkur og koma öllum á sína staði og svo fyrir mig að keyra í vinnuna. Þú veist, þannig að þetta er svo þægilegt og þetta er svo stuttavegalengdir og maður er ekki í trafikkinu endalaust. Og ég verð líka að segja, ég er mjög sammálaður með því nú er ég ekki alin upp á Sauðárkróki, en þegar við fluttum þangað fyrir bráðum 6 árum síðan, þá fannst mér einhvern veginn samfélagið tók rosalega utan mann einhvern veginn og maður var fljótur að komast inn í allt og þannig að þú veist að fólk líti á sem einhverja hindrun að flytja eitthvað því að það þekki ekki marga eða svoleiðis, þá ætti það ekki vera nein hindrun í raun og veru. Ég held að sé ekki einmitt skemmtilegt að flytja svona staði því að eins og bara þegar ég flutti heim aftur frá Reykjavík, þú voru allir rosalega ánægðir að maður kom heim aftur. Sko, með það að maður flutta milli hverju í Reykjavík og öllum er alveg, ef ég leyfa mér að segja bara slétt sama og að koma einhver nýr í hverfið. En þarna að koma aftur heim og með maka og barn og eitthvað svona, allir bara rosalega ánægðir, manni líður sem að sé bara fagnað innilega fyrir að koma sko aftur heim og það er gríðlega verðmætt fyrir svo lítið samfélag að fá menntað fólk aftur því að þetta er svona spurning hvort kemur undan ekki á hænan störfin eða fólki sko, hvað Það snýst náttúrulega líka að það er náttúrulega að vera störf á svæðinu og kannski má íhuga það hvort það er ekki hægt að hafa fleiri störf svona rafræn, þú veist, er ekki hægt að búa á Akureyri en starfa í Reykjavík í raun og veru. Og annars slíkt, þú veist, þetta gott dæmi er það sem ég starfa í lögreglufræðinni í Háskólanum á Akureyri að þetta er náttúrulega nám sem var bara búið til og sett á háskólastig og sett hingað norður sem er náttúrulega bara frábært dæmi hvernig er hægt að búa til eitthvað út á land. Það er ekkert lögmál sem segir að þetta nám þarf að vera fyrir sunnan og það er ekkert lögmál sem segir að eitthvað önnur störf þurfa að vinnast fyrir sunnan og ég held að leið og kannski fara að vera frekari möguleikar líka einmitt fyrir fólk sem hefur farið að mennta sig, koma heim aftur eða flytja út á land, þá þarf náttúrulega að tryggja það að fólk hafi aðgang og það er hægt að vera með meiri víðsýni, það er fullt af störfum sem þetta vinna til dæmis gegnum tölvur, þannig svona kannski hægt að minnka umferðina líka í Reykjavík ef þetta er hugsað svona sko. Þannig að þetta getur verið vinn-vinn fyrir alla sko. Nefnilega, það er alveg Reykjavík líka sem flestir fara út á land því þá eru færri í umferðinni. Við höfum mjög skemmtileg dæmi þetta hérna á Akureyri sem að til dæmis ríkisskattstjóri hefur til fyrirmyndar í þessu. Hér er rekin stór starfsstöð sem að gengur mjög vel, nánast eingöngu mönnuð háskólafólki og það er þjónustuver sem að sko vinnur fyrir allt landið. Líka þjóðskrá eða skrá, skrá eða þjóðskráin er með stóra skrifstofu hérna og fleiri svona dæmi. Ég veit að bankarnir og ráðuneytið hafa verið að flytja eitt og eitt starf í tilraunaskyni og mér er bara kunnugt það gengur rosalega vel og fólki sem að færa að gera þetta kannski að því að makinn flutti eða eitthvað slíkt og fékk að halda starfinu sínu og fékk að flytja það hingað norður og við hjá atvinnuþróunarheilu voru kannski aðeins innan handar við að finna staði að þarna sko eru mjög skemmtileg verkefni sem að lofa mjög góðu og ég get alveg staðfest þegar þetta að segja þetta gekk bara og hefur gengið mjög vel og þetta er líka yfirleitt stefna stjórnvalda að gera þetta. Manni finnst kannski svona full lítið fara fyrir auglýsingum þegar verið að það á að auglýsa öll störf
sem flest án staðsetningar. En það kannski fer minna fyrir því, maður sér það ekki mjög oft í auglýsingum. Og Starfatorgi yfirleitt staðsetning, það sem að ríkið að auglýsa sín störf. En þarna getum við gert miklu meira og betur og þetta beinlínis þjóðhagslega hagkvæmt að gera þetta. Við nýtum allt mikið betur. Þetta náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt fyrir svona minni staði af því að ég meina við báðar frá á Sauðárkróki og af því að það fyrir náttúrulega að fara svo margir í burtu til þess að mennta sig eftir skólan fyrir norðan, eftir fjölbrautaskólan og til þess að fólk geti flutt tilbaka þá verða að vera störf. Þú flýtur ekki tilbaka með dýrt háskólanám á öxlunum sem þarf að borga námslán og þar fram til götunum ef þú hefur enga trygga atvinnu. Þannig að þessi störf sem að ríki kemur með og hefur náttúrulega verið eins og Sauðárkróki með byggðastofnun til dæmis og íbúðalánasjóð, þau skipta bara alveg ofsalega miklu máli. En þess vegna myndi maður náttúrulega vilja sjá þetta í miklu meira mæli að þú veist nýjar stofnanir sem að verða til, nýtt sem að ríkið að búa til eða er að gera, það verði staðsett í raun og veru á landsbyggðunum í mun meira mæli heldur en nú er. Þetta ekkert mál. Danir gera þetta í stóran stíl, Norðmenn gera þetta í stóran stíl og jafnvel setja á mjög litla staði stóra stofnanir og það bara gengur fínt. En það líka annað sem að það er mjög mikilvægt að snúa þessari þróun við með höfuðstöðvar. Þetta orðið allt of mikil svona útibúavæðing á Íslandi og sérstaklega hérna á Akureyri. Við höfum tekið smá stúdíu á því að laun stjórnenda virðast vera heldur lægri hérna á meðaltali á Akureyri en það virðist koma til út af því að topplagið vantar. Við erum með millistjórnendur eða deildarstjórana eða þá sem eru með eitthvað landsvæði en okkur vantar toppana til að ná þessu upp þannig að hún líka svolítið hættuleg þessi útibúavæðing sem að við höfum þurft að horfa upp á hérna í allt of langan tíma bæði í einkageiranum og í opinbera geiranum. Já, það en stundum ég að segja hver ástæðan fyrir þessu, hvernig þróast þetta? Þetta hefði alveg geta fara á einn eða annan, þetta þróast í þessa átt og erum við kannski sem erum hérna út á landi, erum við kannski sjálf okkur verst að við erum alltaf að segja hérna einhvern veginn að kvarta og hafa hæðst í að kvarta að við þurfum peninga því það svo slæmi vegir hér og það alveg ömurlegt að vera hér því það ekkert net og þetta heyrir fólki að hugsa, guð, hvernig getur fólki búið þarna, það alltaf alveg hræðilegt. Við erum rosalega líka mikið einhvern veginn, en það því að stjórnsýslan hefur sett þetta þannig upp að svona kvartar mest og kveinkar sig mest og hefur það verst, hann fær eitthvað svona smá aur og þessi miðlæga stjórnsýsla hefur einhvern veginn bara gert þetta og þetta Bara þessuna sem var svona hrædd við að flytja norður? Ég var ekki hrædd við það, kannski er ekki rétt orð. En ég mjög glöð að ég tók þessa ákvörðun, ég sé ekki eftir henni. En varðandi svona útibúavæðingu, ég langar mig að taka þau upp að nú komin fram til að áþingja að opna svona fjölmenningahús eða svona gamla eins og Alþjóðahúsið held ég í Reykjavík og þá verða Ísfirðingar fúlir að þeir eru fjölmenningasetur og veltaði fyrir sig okkur getum við ekki viðhaldið bara fjölmenningaseturinu, sett meira pening í það, við erum útibú í Reykjavík. Þannig að það er líka kannski annað tvist á þessu. En svo líka, en okkur þarf að hugsa þetta alltaf í útibúum, eins og til þess að við tökum bara þetta fjölmenningasetur eða Alþjóðahús eða hvað sem að kallast. Okkur ekki hægt að bara staðsetja, okkur getur ekki bara verið eitt á Ísafirði og eitt í Reykjavík og eitt á Akureyri. Bara net. Já, það kostar pening að búa til gott samfélag. Það hlýtur alltaf að kosta pening og þannig okkur ekki hugsa þetta þannig. Já, það er alveg þessna alveg eins hægt að hugsa svoleiðis en oft einmitt hefur maður fundið þetta að stjórnsýslan vill hafa allt nálægt sér til þess að geta einmitt stjórnað því betur og ef það er lengra í burtu þá upplifir kannski fólki eins og bara missi tökin á því en það er líka gríðislega dýrt bæði fjárhagslega og fyrir þjóðfélagi ef að það yrði áframhaldandi samþjöppun og ef allir færu á suðvesturhornið, það er ekki gott. Þannig að málið þróun, hún kemur ekkert úr blómanum. Þróun er afleiðing okkar gjörða ákvarðana, stórra og smárra, sem hefur gert þessa miklu höfuðborgavæðingu sem við stöndum frammi fyrir. Þetta er allt mannanna verk. Við þurfum bara að breyta hugarfarinu. Algjörlega. Það er bara, það held ég sé bara mjög mikilvæg punktur því að og hjá okkur öllum, bæði þurfum við sem búum út á landi að hætta
ég ætla bara að leyfa mér að hætta að kvarta og kveina sko undan öllu og fara kannski þurfa að tala hvað er virkilega gott og jákvætt við að búa út á landi. Svona sýna þá hlið meira því það er rosalega vinsælt í landsfjölmiðlum að taka út svona þetta sem er neikvæða og birta það. Þannig að það kemur svona rosalega skökk birtingarmynd að því hvernig er að búa út á landi og auðvitað þá skilur maður hvernig á fólk að hugsa sér að búa það sem er allir kvartandi. Það koma bara slæmar fréttir. Það koma bara slæmar fréttir sko og einhvern veginn og ef við förum sko aftur eins og fiskeldispunktin sem við byrjum á að það held ég sé sko eitt besta dæmi stjórnsýslu sem nú bara ekki alveg að tala saman að þessi miðlæga stjórnsýslu í Reykjavík þetta hvernig var þetta að komast að þessari ákvörðun rosalega skrítin hvort sem fólk sko styður fiskeldi eða ekki það eiginlega skiptir ekki máli held ég þetta jafn fáránlegt og ef að sko þú býrð í einbýlishúsi og sækir að þú ætlar að fá að byggja bílskur við húsið þitt bara í góðri trú og þú fær það tilbaka í hausinn og með neitun þú mátt ekki byggja hennar bílskur og líka þarftu samt að rífa húsið þitt. Þetta er náttúrulega, þú veist, þetta gerir engum greiða sko og einmitt þegar maður að vona þú veist að stjórnsýslan og allir þú veist hjálpist við að raun að vera að renna styrkari stoðum undir atvinnu í byggðum sem eiga erfitt og þá er komið svona að raun að vera unnið á móti því. Það er náttúrulega bara alveg hræðilegt. Samanlega. Það bör sé frá því hvað fólki kann að finnast fiskeldi og ég hef svo sem ekki mótað með neina skoðun á því og myndi örugglega tala mjög mikið vanþekkingu og ég myndi reyna að tjá mig það. Þú ert ekki búin að vera nógu lengi út á landi. Ég er ekki búin að nógu lengi út á landi sko en þá verður líka að hugsa til það er líka hættulegt þegar heilt samfélag leggur svona mikið þunga á bara einhver eina grein eða eitthvað, eitt vinnustað. Er ekki líka að hugsa þetta þannig að jú, kannski þarf að vera eitthvað sem er með eitthvað svona drifkraft í samfélaginu sem þá kannski stór fyrirtæki en þurfi ekki að vera bara fleira einhvern veginn, þarf ekki að vera bara hlaðborð sko, í staðan fyrir bara einhver einn réttur. Og þá verðum við til þess bara að hugsa eins og með lýðháskólan á Flateyri. Sem allan að kannski það breytt en allan að það var umfjöllun daginn þar sem var ekki búið að tryggja áframhaldandi fjármagn til að halda þessu námi áfram. Þarna er búið að þrefalda íbúðabyggð á Flateyri og allt er komið börn í skólan og annað slíkt. Það er ekki að grípa þetta. Þá þarf þetta ekki að vera svona óbóðslegt bara slag fyrir heilt samfélag að það verði gerður einhverjar vondar ákvarðanir einhvers staðar. Já, einmitt. Já, akkurat. Það ættum við kannski að vera duglegir að grípa tækifæri þegar þau gefast, ekki svona bara bíða og sjá. Við eigum þetta svo mikið til að bíðum og sjáum hvernig þetta fer. En bara grípum boltan og bara breytum þessari hugsun og förum bara að hugsa öðruvísi. Það saman. Jöfn tækifæri allra landsmanna okkar markmið, Byggðastofnun.